Það ekki leiðast að leggja Heimi Guðjónsson á velli? Nei, það gerir þetta ekstra sætt að sigra hann, loksins. Hvernig var að glíma við Valsarana í dag? Heyrðu, það var bara mjög gaman. Það var frábært lið og með sterka einstaklinga en við náðum að halda þeim í skefjum mjög vel. Frábær varnarleikur hjá okkur. Bara þvílíkt stoltur af liðinu. Þeir eru mætað með í þriðja skipti. Þú trúið að þið getur unnað í þetta skipti? Já, við höfum trúið að við getum unnið hvaða lið sem er. Sérstaklega hérna heima. Og ég bara, já, klárlega. Við höfum fulla trú á þessu. Það er mikill missir í vikunni, missir Sævar alltaf út. Svona, fannstu að strákarnir voru tilbúnir á slagur með leikmenn í meðslalistanum, leikmenn í sótkví, það var mikla breytingar fyrir þennan leik? Já, það voru fullt af breytingum og það er svona smá skeri tilhugsun á einhverjum tímapunkti síðan að Sævar fór. Þá svona hugsaði ég en svo pældi ég aðeins í karakterinum í liðinu og hvað við erum með flotta menn og hvað sé ekki búin að búa til svona góða stemningu í hópnum að þá sú hugsun læddist inn en hún hvarf leið og maður finnur fyrir stemningunni hérna sko. Ljúft að sjá þegar að Eskimo skora hérna 83. mínútu, tölfræðin var kannski ekki alveg með ykkur að þið myndu skora í þessu leik, hann hvað 15 mörk og Sævar alltaf með 10 af þeim, þannig að lítur að ljúft að sjá boltan inni þarna. Já, þetta var frábærlega gert hjá Manga, hann er góður í fótbolta. Sævar skoraði fullt af mörkum en hann veit það líka sjálfur. Hann hefur engar áhyggjur af okkur sko. Það eru menn sem stígu upp í hans stað. 21 stig komin í pokann góða. Hversu mörg stig ætlið þið ykkur að sækja í lokakaflanum? Já, það var einhverjinn í klefa að segja að það væri 60 í Evrópu. Við ekki bara stefna það? Þið eru bara komnið þangað? Nei, við förum í hvern einasta leik til þess að vinna hann. Það er ekkert flóknara en það, bara gamla góða klísja næsti leikur. Takk. Takk svo leiðis.